Það svolítið af lausum sætum hérna fremst, þið sem eru að koma inn. Ekkert vera hrædd, það alveg 4, 5, 6, 7. Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í þessa messu í Vídalínskirkju. Ég heiti Benedikt og Matthildur og við bjóðum sérstaklega velkomin fermingabörn þessa vetrar og allar fjölskyldur þeirra. Og það verður gaman hjá okkur í vetur. Og við bjóðum sérstaklega velkomin tónlistarparið, þetta músikalskt par. Ragnheiður Gröndal og Guðmundur. Við munum njóta þeirra tónlistar hérna í dag. En ef það eru einhver börn sem ætluðu að fara í sunnudagaskólan, þá hann að hefjast núna inni kl. 11 inn í Norðursal. Ef það eru einhver börn sem ætluðu að fara þangað. En alla jafna byrjar hann hérna inni í sunnudagaskólan og fer inn í Norðursal. En það er ekki svoleiðis núna. En við ætlum að byrja á því að helga stundina og það gerum við með því að signa okkur og þá sérstaklega fermingabörnin fylgjast með, sjáu við látum 3 putta svona eins og við kennum krökkunum í sunnudagaskólanum og við segjum í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Og svo ætlum við að fara með fallega bæn sem er hérna á messublaðinu og endilega fylgjast með og taka þátt í messunni. Þú Guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Og við skulum fara með miskunnarbæn og endilega taka þátt. Hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát mig heyra miskunn þína að morgni dags, því að þér treysti ég. Gjör mér kunnan þann veg ég á að ganga, því að til þín hef ég sál mína. Hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Kenn mér að gera vilja þinn, því að þú ert Guð minn, þinn góði andi leiði mig slétta braut. Hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Og þá er komið að þessu frábæra tónlistarfólki sem ætlar að leika lagið Vikivaki. Og ég hvet fólk til að taka undir og þá sérstaklega í viðlaginu. Gjörið svo vel. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt, vorið kemur heim og hlýnar hjarta mitt. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það stutt hver stundin, stopult jarðnest yndið þitt, vorið kemur heim og hlýnar hjarta mitt.
sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt, vorið kemur heimur hlýna, hjarta mitt. Takk fyrir. Já, kæru vinir, þá komið að því að lesa ritningarlestur dagsins og fyrir ykkur sem eruð óvön að koma í kirkju, þá það þannig að við prestarnir, við fáum ekkert að ráða hvaða textar eru lesnir. Það gert svona plan yfir árið og allar kirkjurnar þurfa að fylgja þessu plani, svo sé náttúrulega ekki alltaf verið að lesa sömu textana. Og það sé ekki eitthvað svona, já, bara handahófskennt hvað verið að lesa í kirkjónum. En það eru sem sagt 2 textar. Og í dag þá hefði ég svo sem alveg geta valið það að lesa bara annan þeirra. Og seinni textinn, hann fjallar kærleikann, hann blíður og hann góður og bara fallegur. Fyrri textinn svolítið meira krefjandi. Og það kom alveg þessi freistni. Heyrðu, hér eru fermingarbörnin að koma, þetta fyrsta messan, fókus bara á kærleikann. Við skulum ekkert vera að fara inn í eitthvað svona meira krefjandi. En mér snýrist hugur. Ég sagði, nei, við ætlum að ræða alvöru hluti, kæru unglingar í vetur og ætlum ekkert að veigra okkur við því að fara líka inn í erfiðu textana. Og þessi bara pínlítið ljótur. En þið verið að hlusta vel vegna þess að bæða þetta og svo líka Guðspjallið sem hann Benni les á eftir, vegna þess að hugleiðingin, svo tala ég út frá þessum textum og velti einu og öðru upp fyrir okkur að hugsa saman. En þessi texti fyrri úr 1. Mósebók. Þetta með elstu textum Gamla testamentisins og fjallar bræðurna Kain og Abel sem samkvæmt goðsögunni voru synir Adam og Evu. Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og feiti þeirra. Þeir voru að gefa af vinnu sinni. Drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans, en leit ekki við Kain og fórn hans. Þá reiddist Kain mjög og var þungur á brún, og drottinn sagði við Kain, hví reiðist þú og ert þungur á brún? Ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt? En gerirðu rangt þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig en þú getur sigrast á henni. Þá sagði Kain við Abel bróður sinn, göngum út á akurinn. Og þeir voru á akrinum, réðst Kain á Abel bróður sinn og drap hann. Þá sagði drottinn við Kain, hvar Abel bróðir þinn? Og Kain svaraði, það veit ég ekki, og sagði svo hina frægu setningu, á ég að gæta bróður míns? Drottinn sagði, hvað hefurðu gert? Blóð Abels bróður þíns hrópar til mín af jörðinni, þess vegna skaltu vera bölvaður og burt rekinn af jörðinni sem opnað hefur munn sinn og tekið á móti blóður bróður þín sem þú útheltir. Þegar þú yrkir jörðina skal hún ekki framar gefa þér uppskeru sína, landflótta og flakkandi skaltu vera á jörðinni. Og þá áttar Kain sig á því hvað hann hefur gert. Kain sagði við drottinn, sekt mín meiri en svo að ég fái borið hana. Nú hefur þú rekið mig burt af landinu, ég verð að fela mig fyrir auglitið þínu, landflótta og flakkandi jörðina, og þá getur hver sem finnur mig drepið mig. En drottinn sagði við Kain, svo skal ekki verða. Hver sem drepur Kain skal sæta 7-faldri hefnd, og drottinn setti merki á Kain til þess að enginn sem rækist á hann dræpi hann. Og Kain gekk burt frá augliti drottins. Seinni ritningarlesturinn úr Nýja testamentinu.
úr Jóhannesar bréfi. Þið elskuðu. Elskum hvert annað því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðu. Fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Og eftir þennan lestur, að þá fáum við að heyra fallegt lag áður en að Benni les fyrir okkur Guðspjallið. Ég þakka allt sem á ég í dag. Ég þakka hverja gjöf, hvert sólarlag. Hvað sem verður á morgun, ég bara hugsa það þá. Hvað sem verður á morgun, það tímans að sjá. Ég þakka allt sem liðið nú. Ég þakka og held áfram í trú. Hvað sem verður á morgun, ég bara hugsa það þá. Hvað sem verður á morgun, það tímans að sjá. Og það öllu fær breytt ef ég man að mig vantar ekki neitt. Já, það öllu fær breytt ef ég man að mig vantar ekki neitt. Bara ef ég man að þakka. Ég þakka það eina sem þarf. Ég þakka. Ég þakka. Takk kærlega fyrir. Já, held. Ég vil tala til fermingar hópsins núna að þegar við prestarnir gerum svona þá á söfnuðurinn að rís úr sætum. Og þá segi ég heyrum heilagt Guðspjall. Og þetta Guðspjall kemur úr Lúkasar Guðspjalli, 10. kafla. Og Jesús sneri sér að lærisveinum sínum og sagði einslega við þá: Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáið. Því að ég segi yður, margir spámenn og konungar
vildu sjá það sem að þér sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrðu ekki. Lögvitringur nokkur stéð fram, og hann vildi freista Jesú, og hann mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skalt þú Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum, og elskaðu náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt. Ger þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði þá við Jesú: Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann og hurfu síðan á brott og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn, en hann sveigði framhjá. Eins kom Levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var þarna á ferð, hann kom að honum, og hann sá hann, þá kenndi hann í brjósti hann. Hann gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Daginn eftir tók hann upp 2 denara og hann fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann, og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Þetta sagði hann við eiganda gistihúsins. Hver þessara 3 sýnist ykkur, krakkar, hafa reynst náungi þeim sem féll í hendur ræningjum? Og hann mælti: Sá sem miskunnaverki gerði á honum. Og Jesús sagði við hann: Far þú og ger hið sama. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, en við skulum standa áfram og fara saman með trúarjátninguna sem hérna í bæklingnum. Og það væri gott ef að fermingabörnin myndu taka vel undir og æfa sig. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Já, þið trúiði ekki hvað ég var glöð þegar ég sá að sagan af miskunnsama samverjanum var Guðspjallið í dag. Þetta er grundvallarsaga og við höfum mikinn metnað fyrir því hér í fermingarfræðslunni að ekki eitt einasta fermingabarn fari gegnum veturinn án þess að kunna þessa sögu utanað. Sagan sem að Jesús sagði af manninum sem að lá slasaður við veginn, 3 menn komu að, prestur og levíti sem var svona meðhjálpari, hjálpaði til í kirkjunni, og svo samverji. Og maðurinn sem lá slasaður í götunni, hann var gyðingur. Og samverjar og gyðingar voru óvina þjóðir. Kannski ekkert ósvipað og gyðingar og palestínubúar í dag.
Þannig að þegar að samverinn stoppar og hjálpar þessum slasaða manni, þá hann að hjálpa manni sem tilheyrir þjóðinni sem að voru óvinna þjóðir og höfðu ofboðslega fordóma fyrir hver öðrum. Þannig að þessi saga, hún svo sterk og einmitt grundvallar saga í okkar samfélagi líka. Biblían stundum gagnrýnd fyrir að vera of ljót. Að það sé ekkert bara góður boðskapur þarna, heldur líka einmitt sögur af einhverju sem við viljum helst ekkert vera að vekja athygli á og alls ekki halda að börnum. Sögur af stríðum, óréttlæti og gölluðu fólki sem gerir alls ekkert alltaf það rétta. En það vegna þess að Biblían fjallar um lífið. Ein af þessum ljótu einmitt sagan sem ég las upp áðan. Sagan um bræðurna Kain og Abel sem endar með morði vegna þess að Kain hefur ekki stjórn á reiði sinni og öfund. Þessi saga óþægileg, en hún svo mikilvæg. Það svo margt þarna sem við verðum að geta horft í augu við. Og það sem kannski hvað óþægilegast við hana að þó að hún sé yfir 2500 ára gömul að minnstakosti, þá hún líka glæný. Að sjálfsögðu fjallar sagan um bræðurna Kain og Abel alls ekki um Kain og Abel. Hún um þig. Vegna þess að í þér býr græðgi, öfund, ótti og löngunin til að hefna sín þegar þér finnst að þér vegið eða þú upplifir að lífið sé ósanngjarnt. Vegna þess að þú fær að beita ofbeldi, alveg eins og ég og öll hin sem sita hérna í kringum okkur. Auðvitað var það ekkert sanngjarnt að þeir bræður skyldu báðir gera sitt besta en Abel fékk athygli og viðurkenning á sínu starfi á meðan hinn var í skugganum. Það ekkert skrítið að Kain skyldi fyllast af gremju. Tilfinningar sem vakna innra með okkur við ólíkar aðstæður eðlilegar og þær ekkert hættulegar. En það sem við gerum við þær skiptir öllu máli. Ekki svo að þú getur verið upplitsdjarfur ef þú gerir rétt, en gerirðu rangt þá liggur syndin við dyrnar, hún girnist þig en þú getur sigrast á henni, segir Guð við Kain og við okkur öll. Við margbrotnar verur og þurfum að kannast við það hvað í okkur býr. Þið unga fólk, þið meistarar og þið snillingar, en þið hafi líka bresti. Við öll færum að beita ofbeldi og þess vegna verðum við að þekkja okkur sjálf og vita að við höfum val. Við getum valið að leyfa ekki tilfinningum á borð við öfund, reiði, ótta að stjórna okkur til vondra verka. En takið eftir einu. Eftir að Kain hafði framið þennan hræðilega glæp, þá rennur honum reiðin og hann áttar sig á sök sinni og afleiðingunum. Það nefnilega afleiðingar af því að beita ofbeldi. Kain gat ekki bara haldið áfram með lífið eins og ekkert hefði í skorist. Hann hafði brotið gegn samfélaginu sínu og Guði og hann þurfti að fara. En það þýddi ekki að Guð hætti að elska hann. Kain var hræddur og óttaðist líf sitt og Guð setti mark sitt á hann því jafnvel þó að hann hefði breytt hræðilega rangt, þá var hann samt ennþá dýrmæt manneskja. Það mátti ekki taka hans líf, ekki einu sinni þó að hann hefði tekið líf. Og það grundvallar hugmynd sem mikilvægt að hafa á hreinu, sérstaklega í umræðum þessa dagana. Í hverju einu okkar býr líka hin fræga spurning. Á ég að gæta bróður míns? Þarf ég? Má ég ekki bara vera dugleg, byggja gott líf fyrir mig og mína og láta gott heita? Það eitthvað rangt? Svarið við þeirri spurningu færðu í Guðspjalli dagsins sem Benni las hér áðan. Þeirri spurningu svarar Jesús sjálfur. Elsku manneskja, þú átt ekki bara að gæta bróður þíns, þú átt að elska óvini þína. Þú átt að fara úr leið til að hjálpa jafnvel þeim sem þér í raun og veru líkar nákvæmlega ekkert við. Nú gætir þú spurt, já, en samverjinn, hann var með astma,
viðsmjör, vín og umbúðir til að hreinsa og binda sárin, lausan pening til þess að fara með slasaðamanninn í gistihús og borga fyrir hann. Hvað ef hinir tveir voru bara ekkert í stakk búnir til að hjálpa manninum? Áttu þeir að rogast með hann af stað til þess eins að missa niður eftir nokkra metra? Góð spurning hjá þér. Það hefði eiginlega verið grimmara, heldur hann að ganga bara framhjá. Að gefa manninum falska von og örugglega bara meiðan meira með einhverju svona raski. Það er alveg rétt. Samverjinn var með það sem þurfti til að hjálpa. En allir mennirnir 3 vissu hvaða leiðir voru að fara. Allir vissu að leiðin var hættuleg og það voru alltaf einhverjir sem ekki komist á leiðarenda vegna árása. Þetta var þekkt leið. Og af þessum 3 mönnum sem lögðu á veginn þennan dag, fór bara samverjinn af stað tilbúinn til þess að bjarga mannslífi. Ákvörðunin það hvort þeir ætluðu að vera til staðar fyrir samferðafólk sitt var tekin áður en á hólminn var komið. Og það er ástæðan fyrir því að Jesús lætur að vera prest og levíta sem ganga framhjá. Þetta voru menn sem báru ábyrgð og eðlilegt að gera kröfur til þeirra. Samverjinn vissi ekki að það yrði óvinur hans sem myndi liggja þarna bjargarlaus. En hann vissi að hann myndi koma til bjargar. Hann var búinn að ákveða það þegar hann lagði af stað með það sem hann átti og gat gefið. Rétt eins og hinir 2 sem komu á undan tómhendir. Gerirðu rangt þá liggur syndin við dyrnar. Hún girnist þig en þú getur sigrast á henni. Segir Guð enn og aftur. Þú hefur val og oftar en ekki ertu löngu búinn að velja áður en þú mætir aðstæðum. Hver ertu? Hvernig manneskja viltu vera? Þú munt mæta allskyns áskorunum í lífinu og þá er betra að vita hver maður er og hvað maður raunverulega vill. Í vetur fáum við í fermingarfræðslunni einstakt tækifæri til að spyrja spurninga og tala saman. Þið krakkar, góðu unglingar, þið fáið að heyra mikilvægar sögur úr Biblíunni sem að einmitt tækla lífið eins og það er, meira segja þó það séu nokkur 1000 ára gamlar. Og þær krefja okkur að líta í eigin barm, horfast í augu við það hvað það getur verið flókið að vera manneskja og hvað það þýðir að hafa Jesú Krist sem fyrirmynd og leiðarljós í þessu öllu saman. Já, kæri unglingur, í vetur ætlum við að spyrja margra stóra spurninga og mikilvægra og þú ætlar að horfa gagnrýnum augum á þetta allt saman og draga þínar ályktanir, finna þín svör. Þið ætla ekki að láta okkur Benna ráða því hvernig manneskur þið ætlaði að vera, en við ætlum að taka samtalið. Fyrst og fremst ætlum við að skoða það saman hvaða er að lifa kærleiksríku lífi. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Það er ekkert alltaf auðveldasta leiðin að velja leið kærleikans. En við sem kynnumst ykkur betur í vetur, við lofum því að leið kærleikans er samt sem áður þess virði. Og að því loknu ætlum við að fá að heyra lag sem heitir Ást, vegna þess að við leggjum svo mikla áherslu á ástina í öllum hennar ólíku myndum. Sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag. Þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Svölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís. Svali á sumardögum og sólskin vetranótt. Þögn í seiðandi sólli og söngur ef allt er hljótt.
og þögn í borgana dyn. Þú gafst mér jörðina og grassi og Guð á himnum að við. Þú gafst mér skýin og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann hvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ég fæddist til ljóssins og lífsins, en lærði ég að unna þér. Og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfri mér. Og andartök hrynja með undursamlegum nið, og það ekkert í heiminum öllum nema eilífinn Guð og við. Þú gafst mér skýin og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann hvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ó, ég fæddist til ljóssins og lífsins, en lærði ég að unna þér. Og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfri mér. Þú gafst mér skýin og fjöllin og til að styrkja mig. Ég fann hvað lífið var fagurt fyrr en ég elskaði þig. Ég fæddist til ljóssins og lífsins, en lærði ég að unna þér. Og ást mín fær ekki fölnað fyrr en með sjálfri mér. Þakka þér, góði Guð, fyrir nýjan dag og tækifæri til þess að lifa á mannsæmandi hátt og að finna aftur gleði yfir lífinu og hamingjuna sem felst í því að gefa. Þakka þér fyrir skilningsríka vini og fyrir friðinn sem kemur frá kærleiksríkri hendi þinni. Hjálpaðu mér að vakna við morgunsól með þá bæn á vörum að þinn vilji verði í dag, því að með þinni hjálp þá mun ég rata réttan veg. Þakka þér enn á ný, góði Guð, fyrir nýjan dag, og þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gefið okkur. Fögnum og verum glöð á hverjum degi. Amen. Góði Guð, þú sem átt þennan heim og okkur öll sem erum í honum. Þú sem þekkir okkur og veist hvað í okkur býr, bæði alltaf fallega og góða og sömuleiðis bresti og hættur. Já, viltu hjálpa okkur að lifa með ábyrgum hætti? Viltu hjálpa okkur að elska annað fólk? Viltu hjálpa okkur að vera trú og sönn, jafnvel þegar aðrir velja að vera það ekki?
Viltu hjálpa okkur að verða ekki ónæm fyrir aðstæðum annara? Guð, gefðu okkur þinn heilaga anda til að vera hendur þínar á jörðu. Og ég bið þig að vaka yfir öllum þeim ungmennum sem í vetur munu fara í gegnum fermingarfræðsluna. Blessaðu og vendaðu hvert og eitt þeirra, svo að þau megi blómstra, hvert á sinn hátt. Og allar bænir okkar, vonir og ótta, felum við í bæninni sem Jesús kendi og við biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum drottni og vegsömmum hann. Drottni sé vegsemd og þakkargjörð. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Ég legg til að við stöndum áfram. Það er nefnilega komið að loka sálminum, megi gæfan því geyma, og þessi sálmur er alltaf hafður í þessari messu vegna þess að hann er sunginn með hverja einustu fermingarathöfn. Textin er svo fallegur, við ætlum að fá að syngja hann 2 yfir með Ragnheiði og Guðmundi. Takk fyrir, elsku Ragnheiður og Guðmundur, að vera með okkur í dag og gefa við ykkar list. Þetta er búið að vera dásamlegt. Já, æðislegt. Og nú syngjum við saman. Þá er svo komið að það er messukaffi hérna hinum megin við vegginn, en fermingabörn, foreldrar og forráðamenn, þið ætlið að hingra í svona 10 mínútur viðbót. Það verður örfundur, við ætlum að fara yfir praktíska hluti, þið getið fengið að spyrja, og þau sem eru almenni kirkjugestir og ekki hluti af fermingarhópnum mega að fara strax yfir og fá sér kaffi og kleinurhringi. En þið þurfum að bíða í 10 mínútur og gefum hinum bara færi á að fara á milli ef einhverjir eru, þið megið setjast niður og fáum bara svona nokkra tóna meðan við erum að gera skiptin. Já. Jú, hafðu þetta.